Góðan daginn, Sigurður Brynjólfsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur meistaranám í lífverkfræði við Háskóla Íslands. Lífverkfræði er fræðigrein, tiltölulega ný, sem nota verkfræðilegar hönnunar og greiningaraðferðir í líftækni og læknavísindum. Og í lífverkfræði er meðal annars unnið með örverur til að framleiða verðmæt lífefni. Það er verið að vinna með myndgreiningar í læknisfræði, ýmis snjalltæki til sjúkdómsgreininga, vefjaverkfræði við hönnun líffæra og ýmis konar erfðatækni á plöntum og gróðri. Nemendur í lífverkfræði fá því sterkan grunn í lífvísindum og verkfræði og taka námskeið í vélaverkfræði, rafmagnsverkfræði og að sjálfsögðu í lífverkfræði og lífvísindum. En viðfangsefni námsins er margrætt og nemendur sem ljúka námi starfa víða við ýmsar rannsóknir í læknavísindum og margs konar fyrirtækjum. Og hagnýting lífvísinda er stöðugt að verða mikilvægri í nútíma þjóðfélagi. Framþróun í læknavísindum, umhverfismál, fæðuöflun mannkyns og sjálfbærni byggja stórum hluta á samþættingu lífvísinda og tækni. Og eins og áður sagði þá lífverkfræði nýtt við greiningu sjúkdóma, þróun á lyfjum og þróun og framleiðslu á lyfjum, hönnun nýrra efna og efnaferla, verndun umhverfis og í landbúnaði. Sameinuðu þjóðirnar settu sér metnaðarfull markmið sjálfbæra þróun og þar spilar lífverkfræði stóran hlut, til dæmis í varðandi hungur, að auka framleiðni í landbúnaði og matvælaframleiðslu, varðandi heilsu, lyf, útrýmingu sjúkdóma, það er nýsköpun og uppbygging, nýsköpun í alls konar framleiðslu aðferðum og á svona grænni framleiðslu að nota örverur, bakteríur til að framleiða efni á umhverfisvænni máta heldur en gert í dag og ýmsar aðgerðir í loftslagsmálum tengjast þessu líka sem og líf í vatni og landi varðandi eins og fiskeldi, fiskirækt og ýmis plöntu erfðafræði sem skiptir þarna stóran sess. Það eru mörg tækifæri að námi loknu og Íslandi eru mörg fyrirtæki sem starfa á þessu sviði og þeim fer stöðugt fjölgandi. Þarna má telja algalíf sem að framleiðir fæðubótarefni, Kerecis sem að framleiða sáraðumbúðir, Saga Natura og Mýsköpun eru einnig að framleiða þörunga sem fæðubótarefni, Bláa lónið eða Blue Lagoon og Benecta eru líka í snyrtivörum, Biopool, Algo Innovation eru líka með í þörungarækt til manneldis sem fæðubótarefni og Alvotech, ekki má gleyma þeim, sem eru framleiða líftæknilyf með aðstoð fruma og sjálfsögðu svo íslensk erfðagreining og Matís sem er rannsóknarstofnun í lífvísindum og líftækni og þetta eru allt saman stór og öflug fyrirtæki hér á Íslandi og þeim fer, eins og ég áður sagði, fjölgandi dag frá degi. Það eru ýmis lokaverkefni sem hafa unnið hér á undanförnum árum. Tjati vann til dæmis Hermun og flokkuna bráðu andnöðurhelginni og hann vann það í samstarfi við Jülich, rannsóknarstofnunina í Þýskalandi. Ragnhildur skoðaði efnaskiptaferla í sáragróðanda í samstarfi við Kerecis, athuga hvað í gangi á bakvið þessar sáraðumbúðir, hvað er að gerast í frumunum, hvernig virka þessar sáraðumbúðir. Gune Skurrell vann að þróun erfðabreyttrar í kólibakteríu og skoða hana hvernig hún stendur sig gegn svona sýklalyfjaónæmi og Libardo Lugo vann að þróun og samþýttingu þörungaræktunar og hreinsunar frárennslis frá fiskeldi. Það er mögulegt að nota frárennsli frá fiskeldi sem næringu fyrir þörungarækt og þetta var unnið við sprotafyrirtæki Samvist. Inntökuskilyrðin eru BS-próf í verkfræði, líffræði eða raunvísindum og nemendur sem hefja meistarnám í lífverkfræði
þurfa að hafa lokið ákveðnum námskeiðum í verkfræði, líffræði, stærðfræði og svo framvegis og við getum skoðað það betur í kennsluskráni en mögulegt að taka þau námskeið sem á vantar samhliða meistaranáminu. Og þau geta hluta til talist til eininga til meistaragráðu, sérstaklega menn að færa sig mikið til í sínu námi. Samsetning námsins námið 2 ára nám, 2 ár, 4 misseri, samtals 120 einingar og rannsóknarverkefni getur verið 30 til 60 einingar og það oftar en ekki unnið í samstarfi við fyrirtæki og rannsóknarstofnanir og námskeiðin sem nauðsynleg eru valin með tillit til bakgrunns og áhugasviðs nemenda og rannsóknarverkefni sem á að vinna og hvaða kunnáttu þarf til að geta unnið það á sómasamlegan hátt. Ef þið hafið einhverjar frekari upplýsingar, þá endilega hafið þið samband á netspjallinu eða senda okkur tölvupóst og jafnvel hringt í okkur og spjalla við okkur í síma. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og sé ykkur í haust.